Þar var komið sögu að pilturinn hefur hitt Sigrúnu Maríu heima hjá henni, fært Karli föður hennar bréf milli póstferða. Hún rabbar við hann, drekkur með honum kaffi og gefur honum kannski örlítið undir fótinn, leggur til dæmis fyrir hann spilastjörnu og þykist sjá þar að hann muni bráðlega lofa stefnari stúlku og hefja búskap á góðri jörð að 2 eða 3 árum liðnum. Þó lýkur þessum fundi þeirra svo að pilturinn í rauninni öngu nær hug hennar. 7. kafli. Í júní spratt ljósbyr í holtum og mjaðarjurt hjá lækjum í mýrinni. Eggjar fjallsins brunnu í kvöldróðanum og næturnar voru lygnar og bjartar. En samt fannst honum tíminn aldrei ætla að líða. Dagarnir snigluðust áfram, þrúnir óró og annríki, logar sólarlagsins vöktu efablannar spurningar í brjósti honum, lágnættið angur væri að þrá, nóttin drauma. Hann starði í norður þegar hann var einsamall, gleymdi störfum sínum og andvarpaði. Hann hafði að vísu séð Sigrúnu Maríu við kirkju á páskum og hvítasunnu, en ekkert geta tala við hana í einrúmi, því að hún hafði naumast vikið frá foreldrum sínum. Hann hafði ætlað að segja henni í trúnaði að hann ætti von á bókum að sunnan, merkilegum skáldsögum sem henni væri velkomið að fá að láni, og stinga jafnframt í lófa hennar dálitlu kvæði sem hann hafði ort á sumardaginn fyrsta. En það fórst fyrir eins og annað. Allt mistókst. Allt snerist gegn honum eða rann úr greipum hans. Hann hafði ekki von að sjá hana aftur fyrir en á væntanlegri ungmennafélagstombólu. Síðan leið vorið og ekkert bar til tíðinda nema hvað vegamenn komu á flutningsbíl skömmu fyrir Jónsmessu og slógu tjöldum sínum norður hjá ánni. Löggjafarvaldið hafði skyndilega breytt Refsveginum í sýsluveg og lagt fram nokkra fjárhæð til að endurbæta hann í sumar. En verkstjóri sýslunar hóað saman fáeinum mönnum í þorpinu og send þá upp í sveit til þess að vinna fyrir peningum. Þeir voru flestir ungir og kátir, áttu reykjarpípur og vindlinga, drukku sætt kaffi og átu skonrok í tjöldum sínum, létu sér vaxa skegg á efri vör og gengu allir með köflóttar derhúur, nema bílstjórinn. Hann gekk með kaskeiti. Sturtaðu, hrópaði hann til úrdreifarans á veginum og ýtti kaskeitinu sínu aftur á hnakka, færði pípuna út í munnvikið og blés frá sér þykkum tóbaksreyk. Lagó! Þeir fóru heim til sín á flutningsbílnum hverja helgi og sögðust eyða kaupinu sínu jafnharðan. Það hrykki varla til. Þeir þekktu svo margar stelpur í þorpinu sem þyrftu á ýmiss konar smádótið halda. Fjörugar stelpurlagsmaður, bráðkvikar og léttlindar, sem þætti gaman að fylla við skeggið á efri vörinni og hefðu ekkert á móti því að smeygja sér út gluggann og koma í feluleik þegar pabbi og mamma væru sofnuð í rúminu sínu og farin að hvílast undir rifrildið morgunin eftir. Stundum tóku þeir lagið og sungu einkennilega ástríðufulla söngva þegar vinnu var lokið á kvöldin. Þeir gengu upp á hól skammt frá tjöldunum og sungu Donna Clara, ég var ferður í fangelsa morgni, og Ramóna, Ramóna, þú ein. En söngur þeirra barst langan veg í náttmálakyrðinni, sérstaklega rödd bílstjórans, því að hún var svo skær og hljómmikil. Það var öngu líkara en vorkvöldið breytti svip og fylltist kynlegri óró þegar rödd bílstjórans glumdi í fjarska. En loksins bárust þau tíðindi sveitina
að stjórn ungmennafélagsins hefði ákveðið að halda tombólu í skólahúsinu á Grund annan sunnudag í júlí. Það yrði dregið 5 lömb sem nokkrir bændur höfðu lofað að gefa þegar fé kæmi af fjalli í haust. Auk þess hefði ýmsum gagnlegum munum verið smalað saman. Menn gætu til dæmis eignast forláta prímus ef þeir yrðu heppnir. Sömuleiðis emaleraða þvottaskál, bláa kaffikönnu, 2 pund af mólasykri, eldspýtur, kveiki og lampaglös. Það yrði stiginn dans kvöldið, frægasti hljómlistarmaður sýslunar, Palli frá Bala, myndi leika á harmoníkuna sína, en skemmtunin ætti að hefjast klukkan 4. Aðgangur kostaði 1 krónu, drátturinn 50 aura, fjölmennið, stjórnin. Jafn skjótt og þessi merkilegu tíðindi spurðust sveitina, fóru dagarnir að teygja úr sér og náðu furðulegri lengd. Túnasláttur var hafinn, pilturinn sveiflaði orfinu sínu, brýndi ljáinn helmingi oftar en hann átti vanda til, starði í norður og fylgdist með hverjum skínhnoðra á himni. Guð gæfi að veðrið yrði gott. Guð gæfi að flekkirnir þeir arna kæmust undir þak fyrir helgina, svo að hann þyrfti ekki að vera í heigi eins og í fyrra. Hann fylltist kvíða og angri þegar hann sá ljósar blikurslæður yfir fjallinu, bjóst við úrhellisrigningu fram til vikuloka og þurrki á sunnudaginn, en þegar til kom gekk honum allt að óskum. Það var einmitt verið að taka saman flekkina miðaftansbil á laugardag, en þegar vegamennirnir óku framhjá á bílnum og veifuðu köflóttu derhúanum sínum. Kvöldið var svo rautt og hljótt, svo friðsælt og ilmandi, að hann vakti fram að óttu og orti nýtt kvæði til Sigrúnar Maríu. Honum vaknaði augu þegar hann stakk því umslagið hjá hinu kvæðinu, ásamt ljósbera og glemmirei. Hann ætlaði að skreppa niður að lækjum í fyrramálið og leita að fallegri mjaðarjurt. Já, tombóludagurinn var bjartari og heiðari en hann hafði þorað að vona. Hann fór í sparifötin, reimaði á sig nýja stígvélaskó sem hann hafði keypt í ullarferðinni daginn, stakk ljóðabréfi í annan blússuvasan, brjóstsykurspoka í hinn, bar skilvinduolíu í hárið og laumaðist hvað eftir annað að speglinum til þess að greiða sér. Hann var svo viðutan að hann tók ekki eftir því að systir hans hafði einnig búið sig til ferðar fyrir hann rakst á hana við spegilinn rétt áður en hann ætlaði að leggja af stað. Hvort viltu heldur vera á blesu eða grána gamla? Spurði hún. Hann hrökk við eins og hann hefði brennt sig. Hver hafði leyft henni að fara á tombóluna? Pabbi og mamma, svaraði hún og ljómaði alltaf tilhlökkun. Hann spurði hvaða erindi hún ætti þangað. Hún væri ung til að fara á skemmtanir. Hún kynni ekki að dansa. Þú kann það ekki heldur, sagði hún og horfði gaumgæfilega á frekknótta vanga sína í speglinum. Hún ætlaði að freista gæfunar og vita hvort hún fengi ekki lamb eða prímus eða einhvern gaglegan hlut, til dæmis lampaglas eða emaleraða þvottaskál. Mömmu hennar hafði alltaf langað til að eignast prímus. Hann roðnaði á gremju og reyndi enn að finna einhverjar mótbárur. Hún skildi ekki halda að hún drægi lamb eða prímus. Nei, hún fengi ekki neitt á tombólunni, ekki nokkurn skapaðan hlut. Auk þess gæti hún ekki borga fyrir sig sjálf. Hún ætti enga peninga. Henni væri nær að vera heima. Jú, svaraði systir hans, víst gæti hún borga fyrir sig sjálf. Hún ætti mest alla hagalagða peningana sína frá því í fyrra, aurana fyrir reifið af henni goltu og krónurnar 6 sem henni höfðu verið gefnar á fermingadaginn. Þú getur ekki látið ókunnugt fólk
Sjá þig í þessum pokabuxum, sagði hann. Þær eru svo ljótar. Þínar eru ekkert betri, svaraði systir hans og beygði af, fékk grátstaf í kverkarnar og tár í augun. Henni var hulin ráðgáta hvers vegna lét svona. Hún ætlaði ekki að biðja hann að borga fyrir sig. Hún ætlaði að borga fyrir sig sjálf. Ef hann kærði sig ekki að verða henni samferða, þá skyldi hann bara fara á undan. Pilturinn gekk frá speglinum og leit út gluggann. Foreldrar hans og bræður stóð á hlaðinu hjá hestunum, en reiðtíin höfði ekki enn verið tekin út úr skemmunni. Hann sneri sér við, brá greiðubrotinu gegnum olíusmurt hárið og gætti þess að horfa ekki í tárvot augu systur sinnar, því að hún hafði ævinlega lítið upp til hans og verið honum góð. Jæja, það væri best að hún kæmi, en hún þyrfti að hafa hraðan á. Klukkan væri farin að ganga 3 og löng leið fyrir höndum. Þau myndu hvorki draga lamb né prímus ef þau lét ekki sjá sig á tombólunni fyrir en allt væri garð gengið. Systir hans strauk hvarmana, lagaði flétturnar og dustaði eitthvað kusk af pokabuxunum sínum. Ljóminn var horfinn úr svip hennar, varirnar titruðu, freknurnar á vöngunum virtust dekkri en áður. Hún fór aftur að leita að ósýnilegu kuski á pokabuxunum og sagði skjálfrödduð að hún hefði verið að spyrja hvort hún ætti heldur að vera á blesu eða gránagamla. Á blesu, svaraði hann mildar í máli og sá eftir að hafa komið henni til að gráta. Gráni gamli væri svo svifaseinn og hastur á brokkinu og hún skyldi ekki gera sér neina rellu út af pokabuxunum sínum. Það væri ekkert út á þær að setja. Þær væri að minnsta kosti ásjálegar en pokabuxurnar hans. Mikil ósköp hann hafði bara verið að stríða henni, því að hann vissi mæta vel hvers vegna hún vildi endilega komast á tombóluna. En hann skyldi ekki segja neinum frá því. Hann skyldi þegja eins og gröfin. Systir hans brosti, varð hýr í augum og þakklát, tók aftur gleði sína og horfði í spegilinn meðan hún lét á sér rauða kollhúfu. Þú veist ekki neitt, mundi minn, sagði hún. Þú talar eins og kjáni. Síðan héldu þau af stað. Tjöld vegamannana norður hjá ánni voru auð og þögul og ekkert að sjá í kringum þau nema skóflur og haka, bréf og rusl, krúsir og bensíntunnur. Það blikaði á tæran árstrauminn og vatni hríslaðist upp hestana á vaðinu, svalt og níðandi. Hvílíkur dýrðardagur. Sólskinið fyllti geiminn, ilmur af fullþroskuðu lyngi og grasi blandaðist hitamóðunni í loftinu. Það styndi á hrafntinnukletta í fjarska og jörðin var hvarvetna græn, næstum því eins græn og veröldin sem hann geymdi í hjarta sér, næstum því eins fögur og undursamleg. Í kvöld yrði vafalaust mikið döggfall og barkandi angan í rjóðrinu fyrir vestan skólahúsið. Ef til vill væri best að gefa Sigrúnu Maríu kvæðin og blómin þegar síðustu geislarnir slokknuðu í kjarrinu og himinin færi að brinna laufi og jurtum. 8. kafli. Þau tóku reiðtíin af hestunum og létu þá inn í réttina við túnfótinn, hjálpuðu hvort öðru til að dusta ryk úr pokabuxunum og gengu því næst heim traðirnar á grund heima litla skólahúsinu norðan við bæinn. Stjórn ungmennafélagsins var önnum kafin að reisa veitingatjöld á nýsleginni flöt kringum skólahúsið, þar sem fólk stóð í hópum, masandi og hlæjandi, sagði fréttir, spurði tíðinda og kipraði hvarmana í sólskininu. Tombólan var í þann veginn að byrja. Skemmtinefndin lýsti yfir því að allt væri til reiðu í kennslustofunni, bráðum yrði farið að selja merkin,
Menn gætu keypt kaffi í veitingatjöldunum fram undir lánætti, en dans ætti að hefjast jafnskjótt og tombólunni lyki í síðasta lagi klukkan 7. Hvar var Palli frá Bala, sjálfur hljómlistarmeistarinn? Hann var ekki kominn ennþá með nýju harmonikuna sína, þessa 5-földu sem hann sótti til Reykjavíkur í vor, en hann myndi ekki láta standa á sér, pilturinn sá. Hann myndi skila sér í tæka tíð eins og venjulega. Systkinin gengu hikandi inn í þyrpinguna hjá skólahúsinu, heilsuðu fólki, svöruðu spurningum og gáfu gætur að öllu. Það var eins og þau væru bæði að svipast eftir einhverjum í hópnum, því að augu þeirra hvörfluðu frá einum til annars, eftirvæntingarfull og leitandi. Ef til vill voru sumir ókomnir ennþá. Ef til vill höfðu sumir orðið síðbúnir og voru nú á leiðin á tombóluna handan við ása og brekkur. Þarna sást til dæmis til mannaferða austur á Grundum. Þrend hleypti heim að réttinni á vökrum gæðingum og snaraðist að baki. En enginn þekkti hestana, enginn kannaðist við þennan skjótta eða bleikálótta. Nei, hér var áreiðanlega utansveitar fólk á ferðinni, kannski frá Bakka, kannski frá Móum. Hann kom ekki auga á Sigrúnu Maríu fyrir en stjórn ungmennafélagsins hafði tilkynnt að sala aðgöngumerkja væri hafin. Hún stóð allt í einu við hlið hans í nýrri blússu og teinóttu pilsi, sneri að honum út í teknum vanganum og horfði án afláts á dyrnar á skólahúsinu, þar sem formaður skemmtinefndar seldi bláan borða og títuprjón fyrir krónu. Svipur hennar var dálítið ókunnulegur. Andlitið virtist búlduleitara en áður og spékopparnir dýpri, því að hún hafði klippt af sér flétturnar og sviðið bylgjur í hárið. Það glitraði á silfurlita nælu í hálsmálinu á blússunni hennar. Sæl, sagði hann og rétti henni höndina. Hún svaraði ekki undir eins, heldur horfði seinlega í kringum sig, eins og hún væri eitthvað viðutan, deplaði augunum og lét hann ítreka kveðjuna. Sæl, sagði hún að lokum og kinkaði kolli. Þú ert hérna? Já, sagði hann. Þakka þér fyrir síðast. Síðast? Endurtók hún og mundi ekki eftir neinu. Hvenær sáumst við síðast? Á 1 mánuði, svaraði hann. Nei, nú ert að skrökva, sagði hún og hló glettnislega. Ég sá þig við kirkju á Hvítasunnu. Ég kom heim til ykkar, stamaði hann. Ég kom með bréf á 1 mánuði. Æ, það er líka satt. Þú komst með bréf til hans pappa. Ertu einsömul hérna? Spurði hann. Nei, hún var ekki einsömul. Kaupafólkið hafði komið með henni, en pappa og mamma hafði ekki fengist til að fara fremur en endranær. Þau vildu aldrei fara á skemmtanir. Tombólan er byrjuð, sagði hann. Já, hvað þetta hugsa, drengur, sagði hún. Þú dregur ekki lamb með þessu háttalagi. Ætlar þú ekki að koma líka? Jó, bráðum, sagði hún og fitlaði við næluna í hálsmálinu á blússunni sinni. Ég er alltaf svo óheppin. Það er sama hvort ég dreg seint eða snemma. Hann spurði hvort hann mætti ekki kaupa merki handa henni. Handa mér? Sagði hún forviða og leit í kringum sig. Nei, þakkaði fyrir. Kauptu heldur merki handa henni systur þinni. Hann flýtti sér að dyrunum, tók upp budduna sína, lét hringla í peningunum og sagði hátt og greinilega við formann skemmtinefndar að hann ætlaði að fá 2 merki. Hérna eru krónurnar, gerðu svo vel. Hann rétti systur sinni annað merkið og vildi ekki hlusta á mótbárur hennar. Það hefði aldrei staðið til að hún borgaði fyrir sig sjálf. Hann hefði í rauninni boðið henni á tombóluna.
Síðan varð honum lítið um öxl, en Sigrún María hafði þá gengið út af veitingatjöldunum og gefið sig á tal við nokkra stúlkur. Hann heyrði hlátur hennar, bjartan og skæran, leið og hann þokaðist inn úr dyrunum á kennslustofunni. Það var eins og lúðrað þytur svifi yfir grænu veröldunni í brjósti honum og rynni saman við angan af ljósbera og mjaðarjurt. Hann var svo utan við sig að hann rökk við þegar gjaldkeri ungmennafélagsins spurði hvellum rómi hvað hann ætlaði að kaupa marga